Það Vilhjálmur, þú fagnar hérna með Njarðvíkingum og til í hamingju með árangurinn í sveitarstjórnarkosningunum líka. Já, takk fyrir það. Það er ekki leiðilegt að sigra 2 kvöldi í röð. Já. Hvað, svona þegar þú horfir á árangurinn ykkar í kosningunum núna, hvað var það sem að svona í örfáu mjög stuttu máli? Við fundum, það var mikið ákall breytingar og við lögðum áherslu á vissa breytingar sem við vildum sjá og okkar öfluga hópur keyrði allan tíman á málefnin og vorum með málefnilega baráttu og lögðum allt í þetta og fólk var tilbúið í þannig breytingar, þannig að það var það sem skóp þennan mikla árangur. Og þá er náttúrulega eðlilegt að spyrja hvað framundan. Eru þið byrjar að tala við, Miðflokkinn líklega? Já, við Gunnlaugur Karlsson munum byrja að ræða málin hvort að við finnum ekki góðan grundvöll á samstarfi til þess að fara að vinna góðverk fyrir bæ tækifærina. Já. Þannig að þú kannski spurt Kjartan Má bæjarstjóra hérna núna áðan hvort það væri nýlegur stóll sem að þú getur fengið að máta það. Já, nei, ég hef ekkert af að gera því. En það verður bara vonandi bara gengur þetta vel og það verður bara stór spor að stíga í spor Kjartans ef svo fer en ég veit að ég mun eiga Kjartan að. Varðandi Miðflokkinn og ykkar stefnumál og þeirra mikill mismunur? Er eitthvað svona ágreiningsmál stór? Nei, og það er náttúrulega oft svona í bæjarmálunum þetta svona svipaður undirtótt sem að fólk að kalla eftir. Þannig að málefnin okkar voru mjög svipuð og sérstaklega í þessum skipulagsmálum, takast á við hælisleitendamálin, uppbyggingu, íþróttum og annað slíkt sko. Þannig að ég sé ekki neinar hindranir hvað málefna samning varðar sko. Þannig þú ert bjartsýnn? Ég er mjög bjartsýnn, já. Eins og alltaf. Takk fyrir.